Góðan dag og gleðilegt nýtt ár fyrir þá sem ég hef ekki hitt á nýja ári og auðvitað þökkum við fyrir gamla árið á þessum bæ. Það var ekki gamla árið bara gott. Segjum það bara þangað til annað kemur í ljós. Hvernig nýja árið verður, veit ég ekki. Það eru blikur á lofti með ýmislegt svo sem, en hvenær eru ekki blikur á lofti í þessum volaða heimi? Ég veit það ekki. Í þau ár sem ég er búinn að vera uppi þá hafa nú alltaf einhverjar blikur verið einhvers staðar. Og stundum hafa menn áhyggjur án þess að nein ástæða sé til þess að hafa áhyggjur. Og það er nú bara þessi ótti í mönnum sem menn byggja upp sjálfur og líka það að svona umhverfið í kring kann nú alveg að tala og búa til eitt og annað þannig að við erum ekki alltaf að leita að hinu rétta, við erum ekki alltaf að leita einhverju sem heitir sannleika og ekkert að leita okkur upplýsinga eitt og annað til þess að allavega að róa sjálfan sig. Þetta er svona allt svolítið á fleygiferð hjá okkur og svo grípum við sögurnar á lofti og svo fáum við áhyggjur. En maður spyr sig nú stundum, maður er svo sem ekkert leysið þetta, maður þarf að glíma við þetta eins og aðrir. En það kemur nú fyrir að maður spyr sig hvenær hefur það nú gerst það sem maður hafði áhyggjur af og reiknaði með að það myndi gerast og svo gerðist það aldrei. En þetta er ekki bara sagan okkar allra, þannig að við erum oft að gera heldur betur úlfalda mýflugu úr úlfalda, úlfalda úr mýflugu, mýfluga er bara myndin af því, að þessu svo vorum að tala og við vorum búin að draga upp alveg risastóran úlfalda maður, hann lipi bara á okkur og svo sáum við hvað þetta var, þá var þetta bara einhver flögrandi mýfluga sem við sáum ekki einu sinni fyrir hún settist á ennið á okkur, óvart. Þetta er nú stundum svona hjá okkur. Og akkur er þetta? Ef þú ferð í orðið, þá hefur orðið svar við þessu og veistu hvaða svar orðið gefur mér og þér? Veikleiki. Veistu akkur, veikleikin er í mönnum. Og eins og ég sé þetta, þá var hann ástæðan fyrir því að Jesú kom, þessi veikleiki okkar. Því hann ætlaði að frelsa fólkið og frelsa fólkið og hann ætlaði líka að byggja það upp í sér. Og það sem hann er að byggja upp, fyrst og fremst, er það sem býr til þennan veikleika okkar. Og eins og við vorum að tala áðan, þá erum við að gera úlfalda úr mýflugu, alveg svona mýflugu, það skiptir ekki máli. Við erum að búa til eitthvað sem er ekki og það verður alveg risa stórt, af því við erum að hugsa það. Svo fíkur þetta nú allt saman í burtu og þá, eins og við vorum að tala að flögrar á ennið okkar bara eitthvað pinkulítið kveikindi sem heitir mýfluga. Það var nú allt og sönd. Svona er maðurinn. Og ef þú heldur að þetta sé ekki rétt, þá segi ég, þú hefur rangt fyrir þér, vegna þess að þetta er hárrétt. Og oft hefur þú og ég ekki einmitt verið á þessu stað að draga upp ranga mynd af því sem er. Já, eins og við vorum að tala áðan, eins og ég sé þetta, og þá er þetta það sem að Kristur kom til þess að byggja upp, að byggja undir. Til að veikleikin sé ekki þessi svakalegi veikleiki. Heldur einhvað sem að hann ætlar að byggja ofan á. Þetta er hann ætlar að byggja ofan á. Og hvernig byggir hann ofan á? Að fyrst og fremst er hann lifandi. Og hann er fræðar og hann er kennar og hann er skapari. Og veit alveg hvað maðurinn misti við syndafallið. Hann misti tenginguna við lifandi Guð. Guð skapaði manni til þess að vera sér til þægilegs ilms. En svo kom óvinur Guðs
leið óvinnur allra sköpunar Guðs og sem sagt sannfærði manneskjur það væri nú ekkert engin hætta þó að þau gerðu þetta og hitt og þau gerðu þetta og hitt og þá kom syndin inn og Satan með, hann bara tók yfir. Og birtingamyndin af eðli hans út allt. Það stríð út allt. Það verið að fremja alls konar ólöglegt athæfi út allt. Það verið að fremja morð út allt. Því hann ræður. En þetta ekki vilji Guðs að þetta sé. Þess vegna tók hann af skarið og frelsaði mann með Jesú nafni og byggir hann upp í eðli Krists. Og hvað fyrir að koma þá í ljós? Við fagra og fullkomna fyrir að koma í ljós. Og þetta fagra og fullkomna heldur áfram, vegna þess að Kristur yfir. Hann sleppir ekki hendinni af manninum. Hann að byggja hann upp í þessu og tekst bærilega, kannski ekki á þeim hraða kannski sem hann vill, því að við erum svona sveiflótt í þessu öllu saman og við erum stundum alveg svoleiðis fljúgandi í Jesú nafni eða stundum erum við bara ekki. En hann allavega sleppir ekki tökunum, sleppir ekki hendinni af okkur og við förum, og að því við þekkjum líka, við erum að munna það, við þekkjum Jesú. Þess vegna allt þetta í gangi í kringum Kristi fólk sem ekkert annað en myndin af því að Satan þarna líka. Hann á fullt af fólki, hann á alla í raun og veru nema þá sem Kristur dregur yfir til sín. Ef að Kristur dregur menn ekki yfir til sín, þá eru þeir áfram undir þessu afli sem þeim líkar ekki, það þekkja ekkert annað. Þess vegna hann með sitt fólk og það að akta og hegða sér allt öðru sér. Það yfirleitt glaðara, það yfirleitt jákvæðara, en samt bara fólk, alveg svo allir aðri menn, sem fékk í gjöf það sem Krists. Og Drottinn lætur það upp í hendurnar á okkur, að vaxa í Kristi, að því við erum með skilyrðin til að vaxa í Kristi, en hann frelsaði okkur, það kom bara bingo, komið, en síðan tek ég við hvað vöxtinn varðar. Og ég með samband við Drottinn, og hann gefur mér punkta, og ég ræð því hvort ég fylgi þessu punktum eða ekki, ef ég fylgi þeim, þá kemur þessi vöxtur, sannfæring að já, það hægt að vaxa í þessu góða. Og ég með bók sem heitir Biblía og þar les ég allt það, hvernig Kristur vill að ég sé á jörðinni og hann segir mér að ég sé eitthvað sem hann sendi og mér beri því að vera fyrirmynd og birtingamynd Drottins á jörðinni og hvernig hagar birtingamynd Drottins sér á jörðinni. Hún ekki í innbrotum, hún ekki að berja mann og annan, hún ekki í bílþjófnuðum, hún ekki í hnuplinu eða neinu slíku, hún arðleg manneskja, það sem hún á, það hefur hún greitt fyrir með sínum eigin peningum. Þetta að vera heiðarleiki og þetta það sem við viljum og erum mörg, við erum náttúrulega að segja þetta eins og en þannig ekki allir. Lestu bara réttirnar, þær eru sannar. Þú ekki sé kannski séðu nú neitt mikið uppbyggilegar, en þetta heimur. Þetta þessi fallni heimur sem glímir, sem tekur að sér eða gleypir þessa veiklunduðu menn og notar það í sína þó. Það bara svart og dökkt. Og þetta það sem Kristur að horfa á
Ég hef ekkert með það að gera hvort að þú frelsist eða ekki. Og ég hafði heldur ekkert með það að gera þegar ég frelsaðist. Allt í einu bara var ég frjáls maður í Jesú nafni. Hvað var ég að gera til þess? Nákvæmlega ekki neitt. Það snýst ekkert mín verk, hvað þetta var það. Ég var bara á nákvæmlega sama stað og margir aðrir. Þó ekki væri ég þjófur eða neitt slíkt. Ég hef nú aldrei verið þar. En sumir eru þar. En sjálfsagt tók maður þátt í óheiðarlegum verkum sem maður ljáir ekki máls á í dag. Ég man eftir því þegar ég var sjómaður. Þá var maður oft að smygla áfengi þegar maður var að koma heim úr siglingum. Ég var í fraktinni lengi. Og tíma þá var maður að bera þetta í land í kassavís og seldi. Þetta náttúrulega kom hvergi fram, en maður seldi þetta. Að vísu var ég aldrei lengi í þessu. Ég hætti þessu nú fljótt, en var í þessum tíma. Þannig það var ýmislegt sem maður gerði sem að auðvitað vissi maður að þetta var ekkert rétt að gera þetta. Þetta var ólöglegt og allt saman það. Og þetta er eitt af því sem maður gerir ekki í dag. Bara aldeilis ekki. Því maður vill þjóna Guði með réttum formerkjum og þú blandar ekki saman og spyrðir ekki saman þegar trúin er komin og þú ætlar að þjóna Guði heiðarleika og óheiðarleika. Það er nú kannski einn vandinn sem við erum að eiga hjá kristnumönnum, að sumir eru í raun og veru að spyrða þetta saman. Jafnvel eru þeir að láta heiminn hafa áhrif á sig á þessu og eitt og annað og þeir gera það því þetta er náttúrulega bara fólk sem að trúin hefur ekki enn fengið að rótfestast í. Fáir trúin að rótfestast í hvort sem er mér eða þér, þá er allt önnur mynd uppi. Þú segir, nei takk, ég ætla ekki að fara með sjálfa mig þangað. Og þú gerir það ekki. Þú vilt heiðra Drottin áfram sem þú þekkir af góðu einu. Það er nefnilega að magnaða við þetta, að þú þekkir Krist af góðu einu. Sem ég segi, ég sé nú ekki að þetta kristna fólk sé neitt betur en annar. Ef ég á að vera alveg heiðarlegur, þá spyr ég, hvað er það sem að þú vilt sjá í kristnum manni og konu? Hvað er það? Viltu sjá einhvern sem er með englavengi, alltaf brosandi og blíður og allt saman það, sem reyndar eru alltaf brosandi og blíðir? En þú sér þetta ekki þar. Þegar þetta fólk, og nú tala ég að reynslunni, þetta fólk er með allt í sér sem það hefur alltaf haft. En munurinn gríðarlegur. Munurinn einkum sá að við vitum af þessu. Og þetta er glímuefnið okkar. Við viljum ekki að þetta fari upp, en það leitast alltaf við að fara upp. Þetta er árangur trúarinnar. Og svo náttúrulega vinnur sigrana þarna í þér sjálfu. Og svo með árunum, með tímanum, sjálfsagt með það, þá ertu ekkert með neinar pælingar uppi eitt eða neitt annað en að þjóna bara Drottni. Er þetta hægt? Það er allt hægt. Það hef ég séð. Hvað maður gerir hins vegar er annar handleikur. En þetta er það sem að Kristur vill að sitt fólk geri. Hann setur fólkið sitt fram með það í sér sem hann hefur sett og hvað sett hann í okkur. Heilagan anda. Og það heilagur andi skiptir sköpum. Hvað allt svona varðar. Og þess vegna erum við ljósberari, eins og Biblían segir. Að því að Kristur fær að starfa, við erum dáin sjálfum okkur, Kristur lýsir sínu ljósi í okkur, og þess að við séum í raun að rembast neitt við það. Og við, eins og við vorum að tala við hegðum okkur vel,
Við erum heiðvirkt fólk fram í fingur koma, en við látum ekki vaða yfir okkur, sem er allt annað mál. Við höfum okkar rétt að sjálfsögðu. Þess að þú hefur þinn rétt, þá hafa kristnir menn líka sinn rétt. Og þeir, frekar en þú, leyfa ekki hverjum sem er að koma yfir til sín á skítugum skonum. Og akkur ætti þeir að leyfa það frekar en annað fólk. Þú myndir ekki leyfa það, þó þú þekkir ekki Krist, bara aldeilis ekki. Ekki svo að skilja að það sé verið að veitast að kristnu fólki, það hefur aldrei verið veist að mér, allavega sem kristnu manni. Þetta er ég friðsemdar tól mikið, sem allir vita sem þekkja mig. Er ég þá fullkominn maður? Það er engin fullkominn. Þannig að við gleymum slíku tali, en menn hafa skapað sér þannig aðstæður að það er margt sem kemur ekkert upp. Þetta er árangurinn af því að lifa kristnu lífi. Nei, mér finnst ég sjálfur vera langt frá því að vera fullkomin manneskja. En viðurkennu það auðvitað, ég er bara manneskja. Ég er ekkert að reyna að vera neitt fullkomin manneskja. Eina sem ég reyni og vill og þrái það bara líkjast Kristi meira. Og það er ávinningurinn að því að eiga þessa trú. Þú varst ekki að hugsa þetta, að líkjast ykkurum, eða þú varst kannski, já, ef þú vildi vera eins og ykkur annar, þá var það einhver manneskja sem jafnvel verra en þú. En þú hélst að viðkomandi væri 1000 sinnum betur en þú. En svo kom nú í ljós bara að þessi einstaklingu var miklu verri. Þannig ekki vildir nú líkjast honum eftir þú komst að því. En það sem við eigum í Kristi, hann er lifandi, við vorum að tala um það áðan, að hann er það sem hann segist vera. Það er svo mikill munur á því að vera það sem hann segist vera, eða segjast vera einhver sem hann er ekki. Þannig er heimurinn alveg bara á fullu. Þetta árangurinn eftir því. Í raun og veru er heimurinn þannig að það gerir hver bara það sem hann vill. Og árangurinn er eftir því, það er bara glundur á því hvers þú horfir. Eitt í dag og annað á morgun. En þarna svona er ekki kirkjan. Ef þú skoðar sögu kirkjuna, þá sérðu í raun og veru engar breytingar þar. Meira að segja formið mjög svipað, eins og það hefur alltaf verið. Og athafnirnar mjög svipaðar, ræðan tengist Jesú nafni og allt saman það. Þannig að þetta hefur ekkert breyst. Ég var að velta þessu fyrir mér daginn að kirkjan, hún hefur nákvæmlega ekkert breyst. Þannig að það er rangt að segja að allt hafi tekið breytingum, en ef þú ferð yfir þessa sögu, kirkjuna, mjög merkileg saga, þá sérðu þetta er allt eins og það hefur alltaf verið. Þannig að við erum með viðmiðin. Og kirkjan er náttúrulega búin að ganga með þessum heimi eins og hann er. Hefur séð hrunadansinn þar alveg svoleiðis hvern og eftir öðrum. Og í kjölfarið uppbyggingu og gríðarlega uppbyggingu og svo hrun. Þetta er skipt bara á þessu tvennu. En svo kíkirðu yfir til kirkjunar, þar sérðu algjöra kyrrð. Ennþá verið að gera þetta eins og hefur alltaf verið gert. Og ef maður skoðar þetta í einhverjum heiðarleika, þá sér maður þarna stórmerkilegan hlut. Stórmerkilegan hlut. Þetta er svona pæling sem Drottinn gefur manni. Og þetta er bara sannleikurinn sjálfur og þú veist það ef þú kíkir á þetta mál, þá er þetta svona að kirkjan er nákvæmlega eins og hún hefur alltaf verið. Kynslóðirnar koma og fara og allt saman það og það er ekkert það neitt að ræða. En breytingarnar eru ekki og það er nefnilega styrkur kirkjunnar. Hún er ekki af þessum heimi, það er nú bara þannig, kirkjan er annað, heldur en heimurinn. Þegar Satan komst inn, þá stútaði hann í raun heiminum. Og Drottinn á einhverjum tímapunkti hreinsar þetta allt saman út.
og kemur svo aftur fyrir því sem hann ætlaði sér alltaf í upphafi og byrjaði á með þessum 2 manneskjum sem að urðu til þess að þetta hrundi allt, ekki að hans völdum, heldur að vilja mannsins sem frjáls. Og það hefur ekkert breyst, vilji mannsins ennþá frjáls, veldur áfram að vera frjáls og veistu af hverju? Drottinn sagði það. Hann vill að maður sé frjáls, hann vill að hann taki ákvarðanir og hann hlutast ekkert til neinar ákvarðanir sem þú tekur. Hann talar, hann lætur það algjörlega í þínar hendur hvort þú gerir og farir, samkvæmt vilja hans. Og þarna kemur trúin til skjalana og reynslan á trúnni. Jú, þú segir, já, það best að hlýða bara Guði. Þetta það sem maður hefur lært. Það segir, já, það best bara að hlýða Guði. Ef Guð vill að ég geri þetta, þá ætla ég líka að gera það og annað. Hafi Guð sagt þetta við mig eða þig, þú að gera þetta og hitt, þá það vegna þess að þú getur það. Þú treystir þig ekki í það, sem svona minnumáttakendin í okkur, en þú ferð og gerir það og segir við sjálfa þig, þetta var bara alltaf gott, ég átti nú ekki vona því að mér myndi nú takast þetta. Það nefnilega það að þú getur allt í Guði. Það nú eitt af því sem maður hefur lært, maður getur allt í Guði. Fullt af hlutum sem að ég hef verið að gera sem að ég reiknaði aldrei með að yrði hlutskipti mitt, en það var hlutskipti mitt og maður vinnur þetta með léttum leik og hefur alltaf gert. Eins og ég líka oft talað að þá átti ég nú manna síðastur von á því að ég ætti eftir að tala, eins og ég að tala hérna. Þetta var nú hlutskipti mitt og ég settist niður og byrjaði að tala og ég fann að ég gat það. Ég vissi að Drottinn var að kalla mig í þetta. Eins var það með skrifin. Ég skrifaði aldrei neitt. Ég náttúrulega skrifaði, ég var í skólanum, barnaskólanum, ég hætti og tók bara barnaskólan. Og svo ég byrjaði að skrifa 84 og í 20 ára eða meira þá skrifaði mér ekkert nema nafnið sitt. Þannig að maður var í raun óskrifandi, kunni ekki að skrifa þannig séð, en lærði að setja á blað eins og á að gera og náði ágætistökum á því. Það var bara í gegnum ákveðin lærdum og maður hafði bara fekk áhuga fyrir þessu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þú skal hlýða Guði, þú skal leyfa honum bara að vera Guð og ef hann að segja eitthvað við þig, gerðu það, sama hvað álit þú hefur á því, ef hann hefur sagt þér að gera það, þá skaltu gera það og hann segir við þig að þú getur það. Hann biður okkur ekkert einhvað sem við getum ekki. Hann lætur það bara einhvern annan í það. Hann setur eitthvað í okkur og við getum það og komstum að raunum það, já, bara harla gott. Ég get alveg sagt það mín verk, harla gott og ég þakka Guði það allt saman, ekki sjálfum mér. Þegar ég á ekkert í því, Guð á þetta allt. Ef ég hefði ekki hans handleiðslu og leiðsögn þá væri ég ekkert það sem ég í dag. En ég hef hans handleiðslu og leiðsögn og þess vegna hefur mér farnast ágætlega það sem ég að gera. Þannig að ég ekkert að hæla sjálfum með neitt, ég gef Guði alla dýrið. Margir hafa svo sem séð þetta en það alveg aukaatriði, ég hugsa nú ekkert mikið það. Aðalatriðið að gera bara og þjóna Guði. Það vil ég miklu frekar heldur en að eiga út heiður hjá mönnum sem svona í dag og allt öðru sem morgun. Þetta allt á fleygiferði okkur mönnunum, en ekki á Guði. Já, það janúar, árið að byrja, stegst á stokk. Ég veit ekki hvað það að stíga á stokk. Sko, hvernig á hvaða stokk menn stíga? Eldspýtustokk, ég veit það ekki, en það eitthvað ákveðið verk sem menn stíga á stokk og heita. Ekki vera að gera það, ég ekki hrifinn af því að ég segi það alveg svo maður stendur ekki við neitt af þessu. Þannig að maður hættur þessu fyrir löngu að maður eitthvað að gera það, þá maður ekki að því lengur og maður heiti ekki að fara að breyta sér eitthvað svakalega mikið maður og
svo bara heldur þetta áfram eins og maður hefur alltaf gert, meira og minna. Það ekki leiðin. En þetta nú samt vísbending til mín og þín að sumt viljum við að breytast. Út ofboðslega skapstólmaður og uppstökkur og alveg hundleiðilegur, þú ert í þessum gír. Þú ert alveg örugglega að breyta því. En þú getur alveg breytt því. En hvernig ætlar að breyta því? Þú þarft að fá ró inn í þig. Þú þarft að fá ró í hjarta. Þá breytistu. Á, hvernig það nú eitthvað á einu minn? Ég hef engin ráð til þess. Ég þekki Jesú. Og nú hann að tala við þig, minn kæri. Hann vill fá að koma inn í það mál. Þá hættir þú að vera þessi ofur uppstökkamanneskja og, sem einn ljóður og ráði manna, það þessi líka ofur viðkvæmni sem menn hafa byggt upp í sér. Það má ekki segja neitt við þá, þá bara við að rinja það saman. Það má ekki eins og líta á það með einhverju svokölluðu einkennum og augnar eða þá rinja það saman. Þetta nú þessi veikleiki manna sem að óvinnurinn að nota. Þannig hann illur. Það ekkert nema illska sem að nýtir sér þetta. Hann hefur ekki roði í drottinn og það veit hann. En þú ert afsprengi drottins, hann skóp alla menn. Hann hjólar í þá alveg fram og tilbaka. Að hann að ná sér niður á Guði með þessu. Þegar drottinn, hann veit að drottinn elskar menn. Og hann veit að hann búinn að núlla Satan út. Hann ekki neitt í hans sögu. Og hann líka það illa, því að þeir þekktust og athugað það. Satan var einu sinni á himnum og hafði þar miklu og merkilega stöðu. Svo merkilega en svo rokaðist hann upp og gekk úr skaftinu og þá fékk jörðin þetta skaðræði sem okkur líkar ekki við að hafa, en ráðum auðvitað ekkert við, en drottinn býður okkur að koma yfir til sín. Hann kallar alveg endalaust og stöðugt: komið til mín, því sem erfiði hafi og þunga byrðar, og ég mun veita þér hvíld. Þetta það sem maður að reyna, og ég veit að þú tekur undir þetta sem að þekkir Jesú, að þetta það sem við erum að reyna. En þetta nú bara ganni, ég alltaf í gannitúrum, þú veist það, og þetta eitt gannitúrin. Öllu þarf að ljúka, og hvað ég búinn að tala lengi? Já, hvað að vera komin hálftími, maður? Þá bara kveð ég og segi bless. Kannski ger ég þetta aftur svona, ég veit það ekki. Kannski ger ég þetta bara með gamla laginu, ég ætla nú reyndar ekkert að hætta því, þó ég hef ekki gert það í dag, en þá ég bara á hinu staðinu mínu, vonandi á mánudaginn kemur. Svo bara segja það, ekki? En ykkur að segja, kæru vinur, það netti ég ekki morgun. Þetta fyrsti morgunin í hvað árum saman sem ég nenni ekki að vara. Ja, það nú ekki til eftirbreytni. En svona eru við þessi kallar og hermnari, sérstaklega þeir grípa til letinnar. Ég veit að þú þekkir ekkert svo til hamingju með það. Ég gríp einstaka sinnum í þennan leiðavana. Hann nenni ekki. En yfirleitt þá nenni ég nú bara ágætlega. Já, ég nú þekktur fyrir að kveðja tvisvar og þrisvar. Og núna segi ég bless.